Góðan dag. Á námskeiðinu Læsi til náms erum við að fjalla tengsl læsis og náms og við ætlum í þessum fyrirlestri að skoða aðeins tengsl þessara tveggja hugtaka. Förum aðeins í grunninn. Byrjum bara á því augljósa. Nám gerist í samskiptum einstaklings við umhverfi sitt, alls konar áreiti, samskiptum og reynslu. Við erum með einhvern nemanda, barn, fullorðinn sem í miðjunni og alls konar hlutir sem koma að þessu barni. Námið snýst hvað gerist í barninu. Nám mótast að því hvað einstaklingurinn gerir við þetta áreiti sem hann verður fyrir. Það felst í úrvinnslu á reynslunni og það felst í fjölbreyttu hugarstarfi. Það getur hjálpað okkur að skilja mikilvæga hluta ferlisins sem nám að hugsa nám út frá minninu og þá á ég við bæði minni á tungumál og þekkingu en líka minni á hreyfingar, tilfinningar, samskipti og aðra mannlega eiginleika sem við getum lært og þjálfað. Minnið felst í raun í þessum þremur ólíku þáttum, skammtímaminninu, vinnsluminninu og langtímaminninu og allir þrír þættirnir í samspili þegar við lærum og þeir eru allir mikilvægir. Og við komum að þessu aftur og aftur, hvernig ef við viljum hjálpa fólki og börnum að læra vel, hvernig við þurfum stöðugt að vera að hugsa á milli þessara laga, fara frá skammtímaminnisins til vinnsluminnisins og langtímaminnisins. Þetta stöðugt ferðalag. Uppbygging á langtímaminninu skiptir sérstaklega miklu máli til að skammtímaminni og vinnsluminni hafi úr nægu og góðu hráefni að vinna þegar einstaklingur nálgast ný viðfangsefni. Það líka mikilvægt að hugsa hlutverk langtímaminnisins til að gera reynslu merkingarbæra, þannig að við sjáum tilganginn með því að hugsa þessa reynslu. Ef ég get ekki tengt nýja reynslu við neitt sem ég þekki fyrir, þá fer það bara fram hjá mér eins og ósýnileg slæða. Hver kannast ekki við hugsunina, svona upplifun sem við fáum, já nú skil ég þetta loksins, þegar við finnum tengingu við eitthvað efni sem búið að dæla yfir okkur ótal sinnum en misti alltaf marks af því að við gátum ekki tengt það við neitt sem við þekktum fyrir. Efni þessa námskeiðs sem heitir Læsi til náms byggir á ákveðnum hugmyndum nám og kennslu, fræðum sem meðal annars fjallað í bók eftir Tracy og Morrow sem vitnað til á þessari glæru og við vísum til þeirra kenningar sem úrvinnslukenningarinnar nám. Þar lögð áhersla á að við lítum á nám sem fjölbreytta úrvinnslu og reynslu og því fjölbreyttar og markvissari sem úrvinnslan því meiri þekkingu geta nemendur tileinkað sér og því öflugri verður sú hæfni sem þeim ætlað að þjálfa upp. Nám á sér stað þegar við getum nýtt skammtíma og vinnsluminnið til að virkja langtímaminnið og gera nýja hluti merkingabæra. Nám felst í að við fjölgum þessum tengingum sem við gerum við langtímaminnið og bætum í þann banka sem þar til staðar. Og því stærra og fjölbreyttara efni sem varðveitist í langtímaminninu, því meiri möguleika höfum við til að læra fleira nýtt í framtíðinni. Þessi úrvinnsla sem gerist í nemandanum þegar ég að læra fer fram á mjög fjölbreytilegan hátt eða mjög breytilegan hátt og það eru stórir áhrifaþættir sem spila hérna saman. Nemandinn sjálfur kemur með veganesti sem hann fékk í vöggugjöf eða hún og það getur verið ríkulegt en það getur líka verið það sem við köllum fátæklegt eða truflandi jafnvel þegar eðlislægir eiginleikar vinna gegn því sem á þarf að halda í ákveðnum námsaðstæðum. Og síðan það umhverfið, bæði það umhverfi sem mótast heima hjá nemendum og líka það umhverfi sem við sköpum börnunum í skólunum. Og það náttúrulega það sem við sem kennarar þurfum að hugsa mest hvaða umhverfi sköpum við til að gefa tækifæri til náms. Og þessir ólíku þættir vinna saman á óendanlega fjölbreyttan hátt. Nemendur hafa bæði bein og óbein tækifæri til náms. Þau koma á ákveðnum veruleika, við getum búið til einhvern sýndarveruleika fyrir þau í skólastöfunni eða með hjálp kvikmynda, ferðalaga í huganum eða alvörunni. Og síðan hafa nemendur okkar ólík
bara ólík tækifæri þeirra eðlislega námsfærni ólík og þau eru á ólíkum stað þegar kemur að því hvað hafa þau tileinkað sér af því sem búið að kenna þeim. Aðstæður barna og tækifæri til náms eru alltaf mjög misjafnar eins og við getum skoðað með þessari mynd frá Guðmundi Engilbertssyni. Nemandi með góða námsfærni líklegur til að læra óháð þeim aðstæðum sem barnið sett í, en það sama gildir alls ekki nemendur með slaka námsfærni og fyrir þeim nemendum skiptir öllu máli að þeir fái góða kennslu og ríkuleg tækifæri í náminu. Og það sem við erum að ýja að hérna, og ég vona að þið lesið milli línanna þótt að nemendur hafi slaka námsfærni, þá geta góð námstækifæri, góð kennsla, getur bætt það upp. Og við sem kennarar verðum alltaf að hafa þetta í huga, við skiptum miklu máli. Sömun hérna, já, á þessari glæru erum við með niðurstöður úr skýrslu sem var skrifuð niðurstöðurnar á PISA-rannsókninni 2015 og ég ákvað að vera ekki að uppfæra glæruna þótt að þið séu að lesa nýrri skýrslu fyrir þetta námskeið af því að ályktanirnar sem dregnar eru og hvaða úrbætur þarf að vinna hafa ekkert breyst. Það staðan versnaði, þarna milli ára hún versnaði mjög mikið og við höfum bara áfram og meiri sömu áhyggjur. Við höfum áhyggjur af því að orðaforði barnanna okkar og líklega okkar fullorðna fólksins líka sé að minnka. Við höfum áhyggjur af því að lesskilningur sé ekki nógu sterkur og það þarf að setja þær áhyggjur sérstaklega í samhengi við það hvernig miðlarnir okkar að þróast. Erum við vel læs af því að miðlarnir eru orðnir flóknari og við höfum áhyggjur af því, eins og segir hérna í síðasta punktinum frá henni Sigríði Ólafsdóttur, við höfum áhyggjur af því að við náum ekki að efla nægilega vel hærra stigs orðaforða og hærra stigs læsi og við skoðum áfram hvað það þýðir. Förum aftur aðeins í grunninn. Þekking safnast upp með reynslu, lestri og öllum námstækifærum eða öllum tækifærum sem fólk fær. Og þekking hefur í raun margföldunaráhrif. Leið og hún byrjar að byggjast upp þá skapar hún tækifæri í einstaklingnum til að vita meira og meira, skilja fleiri og fleiri hluti. Það verða sífellt nýjar tengingar. Ég sé þetta alltaf fyrir mér eins og þekking krókur. Ef ég læri eitthvað nýtt þá skapast nýr krókur í hausnum á mér eða líkamannum. Ég get hengt nýja þekkingu og meiri reynslu og ný tækifæri á þessa króka sem hafa myndast. Því fleiri þekkingaratriði sem ég bý yfir, því fleiri krókar í huganum til að krækja í nýja reynslu, nýja þekkingu og bæta enn meira við. Forþekking nemenda, það sem þeir vita fyrir, þekkingin sem búin að safnast upp, þess vegna mikilvæg fyrir nám þeirra. Það sem nemendur vita fyrir hefur mikil áhrif á hverju þeir geta tekið á móti og bætt við skilningin hjá sér og þetta á við læsisnám rétt eins og nám á greinasviðum eða nám einhver tæknilega færni. Við kennarar þurfum þess vegna alltaf að hafa það í huga að byrja nýjar námseiningar á því að kanna forþekkingu nemenda, tengja við hana, skoða hvaða krókar eru til staðar hjá nemendum og hvað getum við hengt á þá með kennslunni okkar. Við kennarar verðum að taka þá ábyrgð sem okkur ber, þekkja vandann, læra leiðir til að gera betur og leið og við köfum í þetta verkefni að kenna börnum að lesa vel og ná góðum lesskilningi, verðum að passa upp á okkur sjálf. Við megum ekki bara gera kröfu á okkur að gera betur, heldur verðum við líka að muna aðalatriði læsi, að læsi ferli sem við flæðum í gegnum alla ævi. Við lærum að lesa alla ævi, líka við kennararnir. Og þegar við erum að kenna nemendum okkar læsi verðum við að reyna að njóta ferlisins og læra með því. Við lærum að verða betri læsiskennarar með því að lesa sjálf, lesa með nemendum okkar og læra af þeim. Læra hvernig þeir bregðast við á ólíkan hátt við þeim textum og miðlum sem við vinnum með
reyna að finna leiðir til að leika okkur með þetta svo að þau og við sjálf verðum smám saman betri lesarar. Ef við þrengjum aðeins umræðan og horfum á læsisnámið sérstaklega, af því að það nú helsta viðfangsefni okkar á þessu námskeiði, þá geri ég ráð fyrir að þið hafi heilmikla forþekkingu á læsi. Þið hafi þekkingu sem tengist ykkar eigin reynslu af því að læra að lesa, hvernig þið notið læsi í ykkar daglega lífi, þið hafi líka dýpri þekkingu á læsi úr fyrri námskeiðum hinn í háskólanum eða í öðru háskólanámi sem þið hafi stundað. Í þessu námskeiði erum við ekki að fjalla byrjendalæsið, heldur hvernig læsið þróast áfram alla lífsleiðina og við skoðum læsi í víðum skilningi, hvernig það tvinnast saman úr lestri, ritun og talaðri tjáningu, hvernig myndmál og fjölbreyttir miðlar blandast inn í læsið og skilgreiningar á læsi sem við erum að vinna með líta til læsis sem nauðsynlegrar hæfni fyrir borgara í nútímasamfélaginu. Við þurfum stöðugt að hafa það í huga hvernig líf það væri fyrir okkur ef við værum ekki læs eða illa læs, hvaða takmarkanir myndi það setja okkur, væri það jafnvel fötlun. Og aðalnámskrárnar okkar fjalla læsi í þessum víða skilningi. Læsi fjallar þátttöku í samfélaginu, merkingarsköpun og fjölbreytta tjáningu. Læsi fjallar hvort við höfum tækifæri til að móta veruleikann í kringum okkur. Þegar reynt að meta læsi einstaklinga í þessum víða skilningi augljóst að úr vönd að ráða, en það samt það sem til dæmis gert í PISA-könnuninni sem reynir að meta bæði verklega og hugræna úrvinnslu, hvaða aðferðir unglingar nota til að finna upplýsingar í textum og hversu vel þeir geta nýtt þessar upplýsingar til að móta sér skoðun, meta skoðanir annarra og finna tengsl milli ólíkra hugmynda sem birtast kannski á mjög ólíkan hátt í textunum sem þeir eru að lesa. Læsi í víðum skilningi birtist í umfjöllun vísindalæsi því þar ekki bara verið að tala að nemendur geti lesið vísindagreinar, heldur að þeir skilji hvernig slíkar greinar verði til, finnist mikilvægt að lesa þær og hafi vilja til að nýta þekkinguna sem í þeim býr til að lifa góðu lífi og bæta heiminn. Á þessu námskeiði erum við þess vegna ekki að fjalla læsi sem staka færni, heldur net færni þátta, læsi ferli. Læsi fjallar ólík lög náms og þekkingar, hvernig við lærum yfirborðsþekkingu eins og heiti bókstafana til að geta sótt upplýsingar í texta, öðlast að þeim djúpan skilning sem við síðan notum til að hagnýta námið, hafa skoðanir, greina, bera saman og nota nýju þekkinguna til að þroskast og lifa betra lífi. Læsi hæfni til að nota þekkingun okkar á leikni. Þessi hæfni fjölbreytt og flókin og hún mótast og þroskast alla ævi. Það gott að nýta hugmyndir eins og flokkun Bloom á námsmarkmiðum til að greina og muna hversu fjölbreytta þætti við erum að fjalla í hugtakinu læsi. Við þurfum að skilja hvað felst í læsi á stigi grunnnáms, djúpnáms og yfirfærslunáms og þegar við skipuleggjum kennslu þurfum við stöðugt að hafa það í huga að vinna með öll stigin, hugsa hvernig þau fléttast saman. Ef ég segi unglingum að gagnrýna eða endurskapa texta sem ég rétti þeim, þá hætta á að þeir ráði ekki við verkefni ef ég hef ekki byrjað á stigi grunnnáms og djúpnáms. Til að nemendur getur endurskapað hugmynd þurfa þeir fyrst að vita hver hún og þeir þurfa að skilja hana. Þá geta þeir byrjað að skapa og gagnrýna. Þetta skýrir af hverju aðalnámskrán okkar og kennslufræði almennt leggur áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir í skólastofunni. Við notum ólíkar aðferðir til að ná ólíkum markmiðum með nemendum okkar og þessar mynd gott að skoða hana aftur og aftur þegar líður á námskeiðið. Hún gefur gott yfirlit yfir þær ólíku kennsluaðferðir sem rannsakaðar hafa verið og hvort þær henti til að vinna í grunnnámi nemenda, djúpnámi eða yfirfærslunámi. Segið þetta gott í bili, gangi ykkur áfram vel með lesturinn. Takk fyrir í dag.